móti Stjörnunni. Fyrir leikliðana leiktaði með jafntefli 0-0 en reiknum flestum með því að Stjarnan myndi fara með sigur á hólmi í þessum leik. En hér það Viktor Jónsson með skallar rétt framhjá Colin Marshall með hornspyrnuna. Hann var að spila sinn fyrsta leik fyrir Víkinga í kvöld. Kom frá B í Bolungarvík núna rétt fyrir mánaðamót. Framarar hér í fínu færi. Það Jóhann Laxdal sem átti þarna skot en það var varið. Stjarnan nokkuð betri í byrjun leiks í það minnsta. Hér enn eitt skotið rétt framhjá. En Víkingar fengu sín færi líka. Þetta Magnús Páll en hann dæmdur rangstæður. Bjarnólfur ekki alveg sáttur með þetta. Jæja, gefum þó þumalinn þarna. En staðan 0-0 í hálfleik en hér síðan skot frá Jóhanni Laxdal framhjá og síðan hér spurning hvort að boltinn komin inn fyrir línuna en leikurinn látinn halda áfram. En áfram sótti Stjarnan og má segja að markið hafi legið í loftinu. Það kom þegar 20 mínútur voru liðnar af seinni hálfleik og það var sjálfsmark. Það var Gunnar Einarsson sem að sendi boltann í eigin net þarna óheppinn. Hann Gunnar staðan orðin 1-0. Björgólfur Tæki Fúsa kom inn á svipað leyti. Hér það Helgi Sigurðsson með skot í stöngin og Björgólfur átti eftir að láta til sín taka í þessum leik. Hér hann í ágætisfæri. En það varið, síðan það hér Garðar Jóhannsson sem komin í úrvalsfæri en skotið hins vegar langt framhjá. Tryggvi Bjarnason kom inn á undir lok leiksins og hann átti eftir að láta til sín taka óheppinn að skora ekki hér en hér síðan Björgólfur Tæki Fúsa með skot og Helgi Sig síðan í fínu færi en þetta varið. Það var síðan í uppbótartíma sem að jöfnunarmark Víkinga kom og það gerði Björgólfur Tæki Fúsa þetta fína mark. Kom boltanum þarna í netið og bjargaði þarna einu stigi fyrir Víkinga en hirti þessi 2 aukastig af Stjörnumönnum. Og leikurinn blásinn af. Þetta var síðasta spyrna leiksins og Stjörnumenn mega vera ósáttir nálægt því að landa þarna 3 stigum og menn auðvitað ekki kátir með þessi úrslit. Þeir bláklæddu í það minnsta.